Góða kvöldið og velkomin í kvöldkaffi hér á N4. Ég heiti Rakel og ég búin að fá til mín góðan gest að vanda. Það hann Pétur Guðjónsson sem sestur hjá mér í kvöld. Hann viðbragðsstjóri VFMA, leikstjóri, þú hefur líka verið leikari, þú hefur verið tónlistarmaður, fjölmiðlamaður, alls konar. Já. Gleymdi ég einhverju? Já, en það bara allt í lagi. Hvað uppáhaldstitillinn þinn? Ég veit það ekki. Nei. Ég bara ekki góður í neinu, ég reyna að vera sæmilegur í öllu. Já, ok. Nei, ég alveg, veit ekki alveg hvað syndrom þetta sko, að vera í einhvern veginn svona öllu og taka að sér mér, eins og ég sko, eins og ég alveg verkkvíðinn maður, einhvern veginn. Ok. En samt. Þú hagar þér ekki þannig? Nei, ég geri það ekki og veit ekki af hverju ég held stundum ég geti kunni eitthvað sem ég að fara að gera, eða þú veist, skilur hvað meina, ég bara veð í hlutin. Já. Og ég hlýt að geta þetta. Ok, og hvernig reynslan af þessari hegðun svona hingað til? Bara góð. Ok. Og ef þetta eitthvað sem að mér finnst leiðilegt, þá hætti ég því bara. Já, ok. En ef það gaman þá held ég áfram og Það góður eiginlega ekki að hafa. Já, en svo það hvort ég ánægður með verkið ekki, það svo, ég held ég sé aldrei almennilega ánægður, Nei, ég skil. En það bara eitthvað, hver hefur sem djöfull draga, sko. Já, og svo sem alltaf jákvætt að bæta í reynslubankann, það ekki? Jú. Svona, yfirleitt. Ég held þetta sé líka nú kannski einhver svona lífsgleði eða þú veist að mér finnst bara gaman að gera eitthvað, mér finnst gaman að vera aktífur, mér finnst gaman að vinna eða það skemmtilegt. Já, hefurðu þú veist kannski meira gaman af svona undirbúningi og framleiðsluferli heldur en kannski hinni endanlegu vöru eða hvað maður segir? Sömu leyti vegna þess að það þessi hræðilegi tómleiki eins og bara tökum leikrit sem dæmi sko. Já. Þegar allt að fara á stað, maður að hitta leikhópinn eða hvað þá að skrifa það eins og ég verið að gera undanförnu. Já, einmitt. Þá þetta, og það náttúrulega þessi, maður vinnur svo mikið sóló sko, situr einn og undirbýr einn og skrifar einn en svo kemur fólkið bæði leikarar og allt baksviðs fólkið og allir sem kom að því og þá voða gaman, þá þetta svona, nær þetta svona einhverjum hátindi og svo þetta búið og þá það gríðalegur einmannaleiki og í mínu tilfelli sem leikstjóri þetta náttúrulega þannig sé búið þegar ég búin að frumsýna, þá þetta svolítið úr mínum höndum, sko. Einmitt. En hvernig upplifir svona að sjá hvernig móttökur verkin fá, þú veist, finnst þér það skipta miklu máli fyrir þig? Já, það gerir það. Svo ég viðurkenni það, ég get ekkert verið meira kúl á því en það, segja það bara. Ég bíði yfirleitt mjög spenntur eftir því og ég mjög viðkvæmur fyrir gagnrýni. Já, ok, en þú ert þá meðvitaður það og kannski passar þig svolítið En ég þoli samt ekki einhverja meðvirkni í gagnrýni. Nei, þú vilt hreinskilna gagnrýni en það getur kannski stundu verið erfitt að taka henni. Já, en ég verð bara að gera það. Það bara eitt af því sem maður verður að gera. Akkurát, það svo sem góða punktur. En sko, því miður ef að þú fer á leiksýningu og segir, þetta var bara skemmtilegt, þá það aldrei nóg. Það aldrei nóg. Ég skil, þú vilt fá aðeins svona dýpra svar. Nei, þú verður helst að liggja í jörðinni bara að þetta svo geggjað. Já, ok. Þá lítur það svolítið erfitt að vera þú. Já. Það er lágmarkið fyrir að þú sért ánægður. Já. Okay. Þeir finnst það sem þeir finnst, sko. Akkurát. Og tveir geta farið á sýningu og öðrum finnst hún frábær og öðrum finnst hún bara hundleiðileg. Já. En hvað gefur þér svona mest sem, að því nú náttúrulega, sko, í rauninni ertu skapari. Þú veist, þú skapar eitthvað, hvort sem þú skrifar það sjálfur eða þú tekur eitthvað sem einhver annar skrifaði og skapar úr því lifandi verk. Já. Hvað í svona þessu ferli finnst þér mest gefandi? Þetta er því að vera hræðist í þessum fjölmiðlum og tónlist og leiklist og þetta er alltaf sama, má segja, sko. Já. Ég held hrósið gefur mann alltaf eitthvað, svo ég viðurkenni það bara, að bara svo með börnin
sem segja að pakkarnir sé ekki aðalmáli við jólin, sko. Einmitt. Þá verð ég bara að segja það og við sem erum í leiklist og svona erum þessi plíserar, okkur þykir gott að fá strókurnar og hrósið. En ég held það sem gefur mig mest í þessu öllu fólkið. Já. Og þess vegna nú gaman. Ég hef nú ekki unnið í atvinnuleikhúsi nema hjá, í leiklistaskóla hjá Leikfélagi Akureyrar, þar maður að kenna börnum. Já. En svo ég í framhaldsskólum og áhuga leikfélögum og það bara, það er fólki sem maður að vinna með. Já. Það er stærsti hluturinn, sko. Það líka væntanlega, sko, fólk sem að gerir, þetta er ekki bara vinnan þeirra. Nei. Eins og atvinnuleikarar, vissulega, náttúrulega ég ætla ekki að tala fyrir atvinnuleikara því ég veit ekki neitt hvernig þeim líður, en þar þetta bæði vinna og væntanlega áhugamál. Jú. En hjá áhugaleikurum og krökkum sem að ákveða að mæta í leikfélagið og taka þátt, þetta fólk að gefa tímann sinn og það rauninni, þá hlýtur það að vera eitthvað annað heldur en sko efnislegur gróði sem að rekur þar stað. Og það kannski svolítið öðruvísi svona dýnamík í svoleiðis hóp. Já, en getur svo alveg farið á hinn veginn líka sem allir eru bara, ég átti að skila ritgerð og ég á mætt vinnurinn fyrramáli og allt þetta. Já. Þannig að til þess að ná því þarf eitthvað töfrandi að gerast. Ok, hvernig gerir maður það? Veit það ekki. Nei, Fyrst þarf maður allavega að vilja það, sem til dæmis leikstjóri, myndi ég segja. Já. Og gefa allt í að fólkinu líði vel. Já, en hvernig nærðu, sko, til dæmis, fólk talar oft að fara til dæmis í áhugaleikfélag, sé svona svolítið út fyrir þægindarammann. Já. Það það vissulega að vera, þú veist, hérna, ég bara Gunna hérna frá Saurbæ eða eitthvað og allt í einu núna ég mætt í þetta umhverfið þar sem að ég einhver allt önnur manneskja og ég rauninni að fara að opna mig hérna tilfinningarlega á sviði og gera bara það nákvæmlega sem þessi pappír hérna segir mér að gera. Hvernig færðu, þú veist, svona ólíkan hópa fólki til þess að, þú veist, í rauninni opna sig og vera svolítið svona viðkvæmt innan hvort annað, það sem kannski ekki beint íslenska leiðin. Já, það er svo alls konar sjálfsagt, sko. Ég bara veit það ekki. Jú, grunngildin, virða fólkið, virða líðanina og ekki vera að næra þitt ego sem leikstjóri að einhvern veginn að upphefja sjálfa þig heldur hafa alltaf fólkið einhvern veginn. Ég veit það ekki, bara... Þú veist, það er engin eins sem að kemur að verkefnum hvort það að, þú veist, bara, ég veit ekki, sópa golfver í sjónvarpi, fara í leikhús eða fara í nám eða þú veist, það er allir með sitt einhvern veginn, sko. Já. Þannig, hérna, og það er alls konar svona hindranir og, þú veist, það getur verið svo mismunandi, sumir, þú veist, sumir geta verið með eitthvað í farteskinu úr fortíðinni sem er svona hindrun og aðrir eru bara plain feimnir. Ég held að sé nú flestir eitthvað feimnir, sko. Já, lendur einhvern tímann í svona að vera einhverjum svona sálfræðingagír í þessu vinnu eða? Já, svona bæði og eða svona, ég hef unnið voða mikið með fólki. Mér finnst það, ég fer náttúrulega mjög seint í leiklistinni, ég fer upp á 30 og þá fer ég að fara í leiklistina. Byrja á því að fara einhver námskeið og fer svo og þú alltaf að dunda við að skrifa eitthvað reyndar en fer svo að leika en alla jafna mjög mikið í að vinna á sambílum, vinna í sem meðferðarfulltrúi. Mér finnst það hjálpa mig bara sennilega mest í leiklistinni. Já, einmitt. Að þú svona ert með þennan grunn. Fólk bara. Já, bara þú veist að velta fyrir þér hvernig fólk virkar og hvernig það hugsar og svona. Já, ég hef rosalega gaman að þessi. Ég get setið það, maður getur örugglega verið creepy, ég get setið fyrir utan bónus eða gleratálk, bara setið og horft á fólk labba út og bara hugsa atferli, sko. Af hverju þessi svona, af hverju þessi svona. Mér finnst það stórkostlega merkilegt. Sko. Já, ég tengi svolítið við þetta. Ég var hérna mjög lengi að vinna á kaffihúsi niður í bæ. Nei, maður alls ekki að dæma þetta. Nei, alls ekki. Ég seti þetta aldrei út frá neinni
dómhörku eða niður, eða sko, það er ekkert á kostnað fólksins. Við erum bara fólk, það er bara eins og, ég tek eftir í viðtölum, sko, bara horfa sjónvarp, þá eins og ef þú færir að spyrja mig eitthvað verkefni sem ég væri að fara í og færir að tala, það myndi breytast atferli, ég færi að kyngja einhvern veginn og það breytist eitthvað, af því ég er með kvíða fyrir því. Einmitt. Og þá sést það á, ég stúdera þetta rosalega mikið og þess vegna reyni ég að lesa fólk og mér teksta oft mjög vel. Já. Og þá reyni ég að nálgast fólk bara að nærgætni og kem fram með fólk eins og ég vil að sé koma fram með mig, sko. Og þetta er bara svona uppskriftin sem virkar allavega fyrir mig og svo náttúrulega er ég bara, ég veit aldrei neitt hvað ég er að gera sem leikstjóri. Þú veist, þegar spurt hvernig þetta, ég veit það ekki, ég veit aldrei neitt og eitthvað. Nei, þetta fær bara svolítið að flæða og yfirleitt hafa orðið sýningar, sko. Já, einmitt. Nú ertu svona aðalega leikstjóri, en svo klárum aðeins að ræða leikhúsið og það. Þegar þú færð þessa hugmynd, orðin hvað 30, sagði ekki, hvað sástu fyrir þér? Langaði þig til þess að verða leikari fyrst eða vildir þú fara í leikstjórn? Nei, guð minn góður, sko. Ég held að ef við krifjum þetta aðeins samt í stuttumáli, þá var ég fjölmiðlabakterinn, hún náði mig 16 ára. Ég ætlaði að vera poppari, ég ætlaði að vera fjölmiðlamaður og svo fór þetta náttúrulega, ég fór snemma að búa og eignast börn og allt þetta, þannig að fjölmiðlabakterinn, hún var alltaf. Ég var að vinna. Ég var að vinna salt í grautin en til dæmis eins og var með Frostrásina, stofnaði hann á sínum tíma og seinna kom ég ekki að rekstrinum en var alltaf með puttan í því. Stofnaði svo ein útvarpsstöð 2001, stend þá á 30, sem fyrir á hausinn, alveg með glæsibrag. Já, flott. Og ég lærði mikið af því. Það var erfiður tími en svo þegar það er búið, þá einhvern veginn er ég bara svona villuráfandi manneskja. Hvað svo? Nú er búin að stoppa, nú er ég eiginlega... Er ég á réttri leið eða vil ég eitthvað annað? Já, ég var alveg búin að tæma svolítið fjölmiðlabransann fannst mér. Bara nú er ég búin að stopna þessu útvarpsstöð sem ég sá alltaf fyrir mig ég vildi gera. Og það gekk ekki upp og þá fór ég að vinna mikið, ég fór á sambýli og ýmislegt í mjög gefandi vinnu, bara svona, vissi ekki hvert ég væri að fara. Þá poppa leiklistin upp. Þá er ég komin svona einhvern nýjan stað og ég fer á námskeið eitthvað hjá Ella, hjá Hildi Gunni Þráins og einhvern veginn bara, fer svo að leika í Freyvangi, leið alltaf skelfilega illa. Ok. Var það einskoraðast það við sviðið eða þú veist? Nei, mér fannst ég aldrei nógu góður á sviðinu einhvern veginn, sko. Og lék alls ekki mikið, prófaði að fara aðeins í Freyvang og en fer svo að skrifa og framleiða og fæ Ívar Helga mikið til mín að leikstýra og er að skrifa þarna með Jokk og vinkonu minni. Við erum svona sálufélagir í leiklistinni og skrifunum. Já. Og svo einhvern veginn þróast þetta bara gerðist einhvern veginn, sko. Já, og fer að taka námskeið og fer aðeins í eitt kúrs í Listaháskólann og þetta bara svona gerist. Já, einmitt, bara svona eins og lífið stundum, einhvern veginn, bara gerist. Þannig að það var aldrei áætlun að fara að leikstýra eða leika henni, þetta bara svona, prófum þetta, fór í rosa skemmtilega leikrit í Freyvangi og frábærum hópum og frábærum leikstjórum og læriði mikið og allt það. En einhvern veginn, sko, fannst mér þetta ekki leiðin. Nei, þú fannst þig ekki svona alveg í því að vera að leika? Nei, alls ekki. En greinilega mikinn áhuga samt á leikhúsinu? Já, og mikinn áhuga, ég fór til dæmis mann eftir, sko, við setjum upp kabarett í Freyvangi sem er svona áramótaskaupið í sveitinni, sko. Já, einmitt, já. Og það er bara svona opið skapandi fyrir alla og þá fannst mér ég vera, þetta er eitthvað. Já, þá varstu kannski fann að skrifa einhver svona sketsa og eitthvað svona og já, einmitt. Og þá og sett svo upp fyrsta leikritið mitt 2012, já. Já, sem þú í rauninni skrifa sjálfur þá? Já, með Jokku, ásamt Jokku. Hétt Bernes, já takk og franskar á milli. Nám. Já, akurist grín með akuriskum lögum. Mjög akurist. Heyrðu, við þurfum að hendast í smá auglýsingahlé. Fólk eru að glóra svangt eftir þetta síðasta komment. En ekki fara langt vegna þess að við höldum áfram eftir augnablik.
velkomin aftur í kvöldkaffi. Ég sitt hérna með honum Pétri Guðjónssyni og við erum bara að fá okkur kaffi og spjalla við spjalla mest núna leikhúsið eiginlega, sem að hefur verið svolítið stór partur af lífinu síðustu ár. Já, mjög síðustu ár, já. En þar á undan, þá eru það kannski svona fjölmiðlarnir sem áttu hugðin og hjarta. Já, eins og ég var að segja þá var það einhvern, ég held að það hafi verið bara ég var svona út allt þar í sjálfu sér en byrja 16 ára með þungarásþátt á hljóðbylgjunni. Hvað kom til, eða þú veist, hvaðan kom þessi áhugi á því að vera í fjölmiðlum eða hafa eitthvað með fjölmiðla að gera? Veit það ekki, ég held þetta var nú snemma komið í mig, ég man eftir mér á þriðju hæð Skarðshlíð þegar ég lítill með hátalara og spila Meat Loaf fyrir allt hverfið. Þannig að plötusnúðurinn og svona disco-jockeyinn var snemma komin hann. Var það vinsælt? Nei, það var ekki vinsælt. Það var kannski meira framboð en eftirspurn þar. Miklu meira og plötusafni hjá systkinum mínum og svona, ég er yngstur af 5 systkinum en þetta bara eitthvað, ég meina Dabbi Rún hringdi mig og sagði, það vantar í þungarásþátt. Þannig að þegar þetta var og ég mætti nýrtir og var komið klukktíma þátt og svo var ég komið með næturvakt og svo var ég komið með farin fulla vinnu og eitthvað svona. Þetta bara heltók mig, Er þetta kannski, þú veist, ertu kannski alltaf búin að hafa þennan svakalega mikla áhuga fyrir fólki sem að þú varst að lýsa hérna fyrir hlið? Þú veist, er það viðtölin sem þið finnst svona skemmtilega eða hvað er það sem að... Nei, bæði og, Nei, sumt, það er eitthvað ég held að sé svolítið ríkt í fólki til dæmis að spila fyrir aðra, hvort sem þú spila plötum eða þú veist, eða tónlist eða hvað og segja eitthvað, segja einhverju sögur sem er partur af fjölmiðlun líka. Þannig að ég held að það sé bara svona og svona eitthvað lifandi og skemmtilegt. Ég held að það sé kannski eini samnefnarinn að þessu og svo er það einhver egófísn, það er eitthvað... maður verður víst stundum að viðurkenna það, að það er einhver arða af því þarna. Já, ég verð að viðurkenna það en ég reyna að fara mjög vel með það á eldri árum, Já, einmitt. Þú ert ekki búin að sjá mig í sjónvarpinu, Jú. Alltaf að spyrja fólk að því. Já, einmitt. En þannig, en tónlist er þá væntanlega líka stór partur. Já. Og þinn tónlistar áhugi byrjar snemma, grúska í plötum systkinaðina eða? Já, og svo eignast ég reynda trommursett 12 ára, þannig ég fór að spila trommur. Almáttur, það hefur verið gaman að búa í Skarðshlíðinni. Nei, þá er fluttur í Núpasíðu, Já, Það var ennþá verra. Almáttur, Draumanágrannar. Já, draumanágranni, alveg. Og ég svona náttúrulega bara svona uppátækjasamur, og fer að spila á orgel og eitthvað svona, þannig að og svo er eitthvað svo tekja upp aftur núna fyrir bara svona 8 árum að fara að spila í hljómsveit. Þannig að þú ert í hljómsveit núna? Ég er í hljómsveit í dag og hljómsveit sko. Já, eins og hvað hljómsveit? Ein heitir Laumufarþegarnir og hinn heitir Óæfðir. Það er mjög gott, það hefur ekki mikla ábyrgð, það ber ekki mikla ábyrgð með sér. Það er ástæðan, akkurat. Þetta er svona góður kallaklúbbur, þetta er miklu meira það, en svo þetta þurfum við alltaf að spila annað slagi fyrir fólk, þannig að þetta er gert miklu meira þetta er nærandi, þetta er rosalega nærandi að vera í tónlist, sama hvernig það er, Ertu þá á trommum núna? Já, og hljómborði, það er svona misjant bara. Einmitt. Þannig að ég er náttúrulega bara svona mestalagi íka hljómborðsleikari, Já, ég skil. Það er nú bara þannig, en það er gaman að þessu. Já, og þú hefur ekkert verið að syngja sjálfur? Ekki mikið, aðeins. Ég er stundum að syngja í svona veislustjórnum og svoleiðis, en það má það vera fyndið og svona ekki kvalitet eitthvað. Nei, akkurat. En nei, ég gef mér nú ekki mikið út fyrir það, Nei. Mér finnst þetta allt betra þar sem ég er á bakvið allt og aðrir gera, þar sem eins og leikstjórinn og framleiðandinn og rithöfundurinn og allt þetta. Það er nú meira að vera með aðra í sviðsljósuna. Mér finnst það meira heillandi. Veistu eitthvað hvaðan sú tilfinning kemur? Er þetta, þú veist, upplifir þetta sem, þú veist, eitthvað vantraust á sjálfan þig að vera í sviðsljósinu eða er þetta... Já, einhverju leyti.
að einhverju leyti en ekki öllu, sko. Mér finnst líka svo, hefur náttúrulega verið að vinna svo mikið með ungu fólki og það gefur mér heldur bara ekkert meira heldur en bara barn eða krakki eða á sérstaklega náttúrulega svona kannski framhaldsskóla aldurinn þar sem maður sér að þau eru að jafnvel að verða heimsfræg, sko. Það er besta sem gerist hjá mér, finnst mér, sko, að vera að ná einhverjum út úr skelinni og fá einhverja til þess að finna sig. Já, þú svo kannski svona kennari í eðlinu. Já, það er mikill kennari, já, er það. Hefur eitthvað velti fyrir, hún er náttúrulega að kenna leiklist hjá Leikfélagi Akureyrar. Hefur eitthvað velti fyrir þér að kenna eitthvað annað? Nei. Mér langar það ekkert. Nei, það þarf kannski að vera svona innan listageirans. Já. Það er svona aðeins stokki í það en það er ekki, mér finnst það ekkert svona þannig sé spennandi, sko. Nei, en svona maður velta aðeins fyrir sér, sko, hvað einhverjum svona eins og þér finnst að nú vorum við til dæmis að nefna áðan að það er svona ekki beint svona íslenska leiðin að vera opinn og ræða hlutina og fólk er gjarnan svolítið svona inn í skelinni sinni eins og þú talar að draga fólk út úr skelinni. Hvað finnst þér að við myndi gera kannski okkur að svona kannski opnara samfélagi, þú veist, hvað á fólk að gera? Já, nú ertu búin að skvætta bensíneldinn. Sko, við erum sem betur fyrir að opnast kynslóðin sem að koma. Hún að opnast meira heldur en kynslóðin sem sko var, eða þú veist, eldri kynslóðin, fólk sem eru mjög fullorðið í dag. Það er ekki að tala mikið hlutina. Harka bara af sér og setja hausinn undir sig, sko. Hins vegar finn ég það mjög hjá börnum núna sem ég að kenna leiklist, sko, 8. til 10. bekkur. Ég með samval í grunnskólum í leiklist og sem alveg ótrúlega skemmtilegt og spennandi. En það fyrsta sem ég segi þeim alltaf það má gera mistök, við elskum mistökin okkar og það ekkert asnalegt. Eðlilega úlingurinn þannig þenkjandi að það allt asnalegt. Þetta erfið mótunarár og allt það. En ég held að við erum orðin svo pródúseruð í lífinu, við erum pródúseruð allir, minna Instagram stjarnan pródúseruð í sjálfu sem við fylgtir og búin að pæli hvernig við ætlaum að gera þetta allt saman. Og það er rosalega lítið rými fyrir mistök og það gera verkum að krakkarnir þora lítið að fara út einhvern veginn. Já, væntingarnar eru náttúrulega gríðarlegar. Og svona keyra á hlutin einhvern veginn en það tekst oft og frábæri krakkar sem ég hef verið með en þetta hindrun. Já, en þú svo sem tekst svolítið á við þetta sjálfur að þú veist, þú hefur háar væntingar til þess sem að þú ert að gera. Já, alveg rétt. Þannig að sko, það er svona auðveldara að tala en gera, sko. Easier to preach than practice. Kannski, en ég meina þetta er þetta ekki bara svolítið mannlegt? Jú. Að þú veist, gera mikla væntingar til sín og svo einhvern veginn bætist bara alltaf við það sem að manni líður eins og maður eigi að vera að gera eða þurfi að kunna eða eitthvað svona. Við varum að ræða þetta einmitt við vinkonu mína, hún fékk svo mikið samviskubit daginn af því að einhver kona sem hún að vinna með er svo hugguleg, hún er svo mikil húsmóðir í sér, hún kemur kannski í vinnuna og er búin að skera niður brauð og hún bara, þetta er svo ótrúlega huggulegt að koma og þú veist, hún er bara búin að gera allt eitthvað svo æðislegt og það er svo gott andrúmsloft í kringum hana og hún er svo móðurleg. Bara ég vil óska að ég veri svona og við fórum svo voru að ræða þetta að því konur hafa þetta gjarnan að þú veist, vilja geta skapað svona huggulegt umhverfi fyrir fólk, þetta er eitthvað svona í okkur. En svo kannski við lítum bara þetta frekar sem sko einhvern hæfileika frekar en eitthvað sem allar konur eiga að hafa. Þú veist, eins og hún til dæmis tónlistarkona og þá fórum við að ræða ok, ef þessi kona kemur á tónleika með þér þar sem þú ert að syngja og spila, ég efast að hún hugsi, ok, ég þarf að vera svona. Já, sko sjálfshjálparbækur eru alls konar en ég hlustaði nú á lífsbiblíuna og mér finnst hún bara æði. Ég tek út úr henni kannski bara tvennt. Það þetta ég nóg hjá Öldukarinni sem bara frábært. Það má alveg gera grínað og allt það og hefur verið gert en þetta, ef þú pælir aðeins í þessu. Og líka samanburður, samanburður er höfnun. Já. Bara hættu að bera þig saman við aðra. Já.
Já, enn eitt sem auðvelt fyrir mig að segja en að gera, en hérna, en þú veist það bara, já, ég meina það sko eins og hjónabandi okkar Huldu sko, þá hérna var ég kannski heima að brjóta saman þvott meðan að hún var að gera við bílinn sko. Já, þetta fannst strákunum ógeðslega fyndið. Já. Af því þetta ekki norm. Þeir eru hérna að brjóta upp staðalmyndir, hvað þið að gera? Já, og ég elda miklu meira matinn á mínu heimili og eitthvað svona því ég bara einfallega miklu betri. Já, þetta náttúrulega bara spurning að fólk svona þekki kannski sína styrkleika og sé með smá svona hérna æðruleysi gagnvart því að maður ekki góður í öllu sko. Já, það er bara þannig og það enginn sem segir að ég eigi endilega að gera þetta hitt eða gera við bílinn eða laga hurðina, útidyrahurðina eða eitthvað skilja. Nei, ég upplifði mig mjög hérna eitthvað andfeminíska daginn þegar ég bað bróður minn sem að kemur ekki oft í heimsókna því hann býr fyrir austan bara hérna plísin hann að bora í vegginn minn. Af því ég er fráskilin og ég kann ekki að bora í vegg og það er með þessi í laginu. Já. Það er ekkert mál. Já. Og að því ég upplifi mig sem svona sterka konu sem að hugsa mikið jafnréttismál og svona, þá var einhvern veginn inn í haustum á mér bara ræfillinn þinn. Fór þetta í taugarnar á þér? Þetta fór í taugarnar á mér. Ég bara svona, nennir að gera þetta en nennir ekki að segja neinum að þú gerir þetta, ok. Já, ég skil. En ég er bara ekki góð í þessu. Nei, það er bara allt í lagi. Já, er það ekki bara allt í lagi? Jú, það er sko í góðu lagi. Já, en heyrðu, við erum búin að blara alltaf mikið. Já. Og tíminn er búinn. Já. Þú er bara að koma aftur. Já. Ég er bara rétt að byrja. Ég ætla að tala við fullt annað. Já. Jæja. En heyrðu, svona að lokum, hvað er næsta verkefni? Þú verður að vera mjög snögg. Já, það er hérna ótrúlega satt, það er á Sauðárkróki í haust. Já. Leiklistaverkefni sko. Nú svo er bara verkefni að hérna, þú veist, ég er að fara að labba Laugavegi með Huldu minni sem er svakalegt verkefni sem ég kvíði geðveikt mikið fyrir. Nei, það verður geggjað. En leiklistaverkefni næsta er á Sauðárkróki, hjá Leikfélagi Sauðárkróks og ég hlakka mikið til. Spennandi. Já. Heyrðu, þakka kærlega fyrir að koma og bara gangi þér vel í leik og starfi. Takk fyrir. Þakka ykkur kærlega fyrir að horfa. Verið sæl.